Við erum komið í spjall til okkar herbyggisfélagana Ástu Júlíu og Dagníu Lísu. Hvað vil ég hvernig lífið hérna í Rúmeníu og hvernig að vera svona herbyggisfélagar? Ég myndi bara að segja að það væri mjög gaman. Við þekktumst eiginlega ekki neitt fyrir ferðina. Dagný búin að spila í skóla úti og svona, þannig að hún var eiginlega bara að koma heim. Og þetta hennar fyrsta verkefni, þannig að bara geggjað samt, þú veist. Bara mjög gaman að fá að kynnast og svona. Dagný Lísa, hvað vilt þú segja? Jú, það bara búið að vera mjög gaman akkurat eins og hún segir að kynnast betur og sérstaklega bara búin að keppa á móti hver annarri tvisvar eða ekki bara tvisvar? Jú, tvisvar. Og það er mjög gaman að svona kynnast utan vallarins líka og upplifa munnræpuna hennar Ástu sem hún getur fengið á kvöldin og svona. Já, sem er leys bara Dagný sko. Nú er það þannig að mæður ykkar báðar sitja á hennu háa alþingi og það hefur heyrst svona ýmislegt hér í ferðinni þar sem þið eru að ræða dálítið mikið pólitíkina og það hafa heyrst háværar raddir úr herbygginu. Þið greinilega eru að ræða eitthvað pólitíkina ykkar á milli? Já, við höfum ekki sleppt í sko, við höfum báðar mjög sterkar skoðanir og svona, þannig að við ræðum þetta. Jú, það verður ekki frá því horfið að samræðuna getur orðið það getur orðið ansi rafmagnað andrúmslofti hjá okkur, en við höfum nú svona rætt hverju þarf að koma í sinn farveg og svoleiðis. Til dæmis nýjan þjóðarleikvang og heimavöll fyrir körfuboltafólk á Íslandi og bara fyrir okkur svona til þess að eignast heimili á Íslandi. Ég myndi halda að þetta væri svona nokkuð sögulegt við samfylkinguna hérna hjá Ástu Júlíu og við sjálfstæðisflokkin hjá Dagníu Lísu. Þar sem mæður ykkar eru á þingi en auðvitað hafið þið ykkar síðan aðra skoðanir en við erum kannski að sjá hérna eitthvað smá glæðast á milli þessara flokka. Er það mögulegt eitthvað inn í framtíðina? Við Dagný, við erum ekkert ósamála þegar við ræðum saman. Þannig ég myndi ekkert segja að við ættum örugglega ekkert erfitt með að vinna saman. En ég get ekki sagt það sama kannski mæður okkar, en ég veit það ekki. Hvað heldur þú, Dagný Lísa? Jú, ég er bara sammála. Ég held að við Ásta getum alveg tekið þetta bara með pompa og prakt ef tækifæri gefst. Þannig að við erum kannski að horfa svolítið sögulegt inn í framtíðina. Við erum að sjá einhverja góða hluti gerast í íslenskum stjórnmálum á næstunni sem að þessi Rúmeníu fer skila sér inn í framtíðina. Já, ekki bara segja það. Það er aldrei að vita. Takk fyrir þetta. Takk.